Ha. Já, ok. Heyrðu. Hérna, þú þarft ekki að þýða við strax. Nei, ég bara... Já. Þetta með bara vinda. Þýða frá honum yfir á íslensku. Ég að spá í. Ég býð ykkur öll hjartanlega velkomin í dag og við skulum... Svo getur líka þýtt yfir á ensku, af því það er... Nei, frá því komin, að það er svo margir á ensku sem skilji bara ekki neitt. Já. Það eru 3 sem skilji íslensku. Já, ok. Heyrðu, þá ætlar þú að þýða hérna. Já. Já, ég býð ykkur öll velkomin. Þetta er eitthvað svona... Við erum bara komin í sumargýrin og þið bara verða að fyrirgefa það að við erum að hlaupa fram og tilbaka. I would like to invite you all or say that you're very welcome today to church. We've started our summer period. As you can see, there are a lot of people traveling. And so we are also in our like a less formal mode. Og tilkynningarnar sem við byrjum hérna á, að það er að allt mögulegt búðin, að hún er opin, en bænastundirnar og súpustofan, að þær eru komnar í sumarfrí. Yeah. We'd just like to remind you that the store is still open this summer on Tuesdays and Thursdays, but the prayer meetings on Tuesdays and the soup kitchen is in summer vacation. Og við skulum hefja þessa stund með því að syngja sálminn númer 181. We'll start by singing hymn number 181, and I see the translator is in the house.
So let us pray. Dear Lord, we come before you now, and we want to ask you to be here, ask you to be visible to us through our spiritual eyes, so that we can share the praise, and we can share and bring who we are, so that you may change us. And I pray that in Jesus' name. Amen. Og þá það gjafir í safnaðarsjóð, en við höfum ekki gengið með pókana, heldur það hérna frammi sem að pósi og pókar fyrir gjafir, þannig að þegar að fólk gengur út að það hugsa til kirkjunnar okkar og Kristiboðsins. I'd just like to remind you that we don't collect the offering as we used to, but there is a machine outside that you can support the church with if you'd like. Já, þú getur sagt hvað ég ætla að lesa. Þannig Ívo hefur tekið vesinn úr Galatabréfinu 5, 22-23. En ávöxtur andans kærleikur, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild og trúmennska. Hógværð og bindindi, gegn slíku lögmálið ekki. Do you have it in English? Yeah. Nei, ok. No, okay. Já, góði Guð, við þökkum þér fyrir að við getum komið hér saman í kirkjunni. Þökkum þér fyrir fallegan hvíldardag, og þú leiðir okkur og þú blessir okkur og predikaran, og þú hjálpir honum að mæla rétt orð sem við getum meðtekið og farið með hérðan í hjart okkar. Þú vakir við þeim sem ekki komast hingað, og einnig að þeim sem eru sjúkir, aldraðir, sorgmæddir, og við lofum og þökkum þér fyrir allt sem þú hefur veitt okkur dagsdaglega. Í Jesú nafni. Amen. Ég sá hérna þegar að Bogga var með reikningalesturinn. Það eru sumir sem stóðu upp og sumir ekki. Og ég ætlaði bara að segja að mér finnst það svolítið fínt að ef maður vill standa þá stendur maður, og maður orðinn þreyttur af þessum hefðum og vill ekki, en þá bara situr maður og það bara í góðu. Og mér finnst það alveg þægilegt og mér finnst það fallegt. I just wanted to say, I noticed when she was reading the scripture that some people stood up and other people didn't. And I think that's a nice thing. If you want to stand, then please stand. And if you're a little bit tired of all these traditions, as you know, some churches have had for a very long time, then you're welcome to sit down. And I think that's really nice, that you just do what you want and feel. Og þá skulum við finna okkur sálmi númer 189. And then next we're going to sing Psalm 189.
Og þá bara komið að predikunni hjá honum Ívo. Og Fróði ætlar að vera svo elskulegur að þýða. Thank you for the trust. I just say a small announcement first. Just one more announcement. Ein lítil tilkynning. We have a request to move membership letters of Rakel Ýr Bjarnadóttir Engels. Það ósk að flytja safnaðarbréf og það hún Rakel Ýr Bjarnadóttir Engels. Yeah, and she lives in States and she wants to be a member in there. Yeah, so we will vote on it next Sabbath. Svo hún flutt til Bandaríkjanna fyrir mörgum árum síðan og hefur óskað eftir flutningu safnaðarbréfs þangað sem hún býr og við munum afgreiða það hér næsta hvíldardag. No. Is there a service next? No, in two weeks time. So eftir 2 vikur hér í Reykjavík. Because next week we'll be in summer mode, the summer camp. Yoo-hoo. Næsta hvíldardag þá sumarmót. So who has not registered yet, then that's the last time. Or actually it was, the registration for food was open till yesterday, but there is still mercy, I think. Þeir sem vilja mæta án þess að borða, það kannski ennþá hægt að skrá sig ef að menn hafa ekki skráð sig á sumarmót. Yes, but it's open for everyone to come at least for Sabbath. En auðvitað allir velkomnir að koma á hvíldardaginn. And Sabbath lunch is anyway available for everyone who comes. Og allir fá að borða á hvíldardaginn sem að koma á staðinn. Let's read from Paul's second letter to Corinthians. Við skulum lesa úr öðru Korintubrefi. And it's chapter 3, verse 18. And there Paul says, or writes, "But we all, with unveiled faces, looking as in a mirror at the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord, the Spirit." Og það hérna í 3. kafla öðru Korintubréfs 18. vers. It's not there. My online, but it's English. In English. Afsakið. Það auðvitað betra að hafa bókina í höndunum. You can just translate the thought of it. No, that's easy to say, Ivo, but 3:18. En allir vér sem með óhjúpuðu andliti endurspeglum dýrð drottins myndumst til hinnar sömu myndar frá dýrð til dýrðar, þetta gjörir andi drottins. So all sort of images, they hold, the immense power. Så það óendanlegur kraftur í alls konar myndum. They influence us. Og myndir hafa áhrif á okkur. So what we see consistently, they influence our thoughts. Svo það sem að við myndir sem að hafa áhrif á okkur sí og æ, breyta okkur, hafa áhrif á okkur. Let me give you an example. Og ég ætla að gefa ykkur dæmi það. How about 20 years ago, I had a collection of ties, the ones that go here. Yeah. Fyrir mörgum árum síðan þá átti ég safn af hálsklútum eða bindum. I still have them, but I don't use them a lot. Ég á ennþá safnið en ég nota þau ekki. But and I absolutely loved my ties. Og mér þótti afskaplega vænt bindin mín. And I was really happy with them. Ég var mjög ánægður með bindin. But over some time, my ties started looking different to me. En svona með tímanum
þá fannst mér bindin einhvern veginn líta öðruvísi út. It seemed to me that someone was stretching them wider, Það var eins og einhver væri að svona teygja og gera bindin breiðari og breiðari. As they were normal, but suddenly they were getting wider and wider. Ég skil ekki þennan vanda því að mér finnst alltaf bindin mjókka miða við. I didn't quite understand the challenge because I feel that they get slimmer and slimmer compared to. Yeah, but for me, it was the opposite. Yeah. And until it dawned on me Þangað til að ég átta mig á því that the fashion had changed. að tískan, tískan hún breyttist. The fashionable became more thinner ties. Og tískubindin urðu mjórri og mjórri. And the tie that had looked pretty normal to me now looked too wide. Og bindi sem að mér hafði fundist bara fullkomlega eðlilegt bindi, það var bara ekki alveg að passa. So my ties actually had not changed. Svo bindin höfðu svo sem ekki breyst. But my impression of them had changed. En hvernig ég sá þau, það hafði breyst. And if this can happen with trivial things like this, Og hvað ef að svona ómerkilegi hlutir geta gerst? and it can certainly happen with everything else too. Þá getur þetta sama auðvitað gerst í öðru samhengi líka. For example, our perception of our lifestyle or whatever in life. Eins og til dæmis hvernig við upplifum eða skynjum okkar eigin lífstíl. And these processes happen to us, all of us, all the time. Og þetta gerist hjá okkur, hjá öllum okkar. And the stories and images around us, they are constantly shaping us. Og sögur og aðstæður sem að við lifum og hrærumst í breytast stanslaust. So we have gathered for worship today. Og við komum hér saman til að tilbiðja í dag. There is a story in the Bible of another worship. Og það er saga í ritningunni aðra tilbeðslu. That took place in late 9th century before Christ. Og þessi atburður átti sér stað á 9th century. Yes. Á svona 900 fyrir Krist. Yeah, so it's 2 Chronicles chapter 15. Og það er í annarri krónikubók 15 verses 14 and 15. Önnur krónikubók 15. kapla og það er 14. og 15. vers. And it says in the story that these people who had gathered, that they made an oath to the Lord with a loud voice, with shouting, trumpets and with horns. Og það segir hér að þeir sóru síðan drottni eyða með hárri röddu og lustu upp fagnaðarópi. And it says that all Judah rejoiced concerning the oath, for they had sworn with all their hearts and had sought him earnestly, and he let them find him. So the Lord gave them rest on every side. Og allur Júda gladdist yfir eyðnum því að þeir höfðu eyð unnið af öllu hjarta sínu og leitað hans af öllum huga sínum, gaf drottin þeim því kost á að finna sig og veita þeim frið allt umkring. So it says that they were very, very happy. Svo þeir fögnuðu mikið. Because they had made a vow there to God. Út af þessum eyð sem að þeir sóru. And in verse 12, before it says what kind of covenant it was. Og í 12. versinu þá segir eitthvað frá þessum sáttmála sem að þeir gerðu. And it says they entered into the covenant to seek the Lord God of their fathers with all their heart and soul. Og þeir bundust þeim sáttmála að leita drottins, Guðs feðra þeirra, af öllu hjarta sínu og allri sálu sinni. What does it mean to seek God? Og hvað þýðir það að leita drottins? Where and how shall we find him? Hvar og hvernig getum við fundið Guð? I mean, here in Iceland, there are about 50 people declared lost every year.
Á Íslandi þá tínast 50 manns á hverju ári and there are many people going out to find them. og margir fara út að leita. And in Estonia, where I come from, people get lost in woods every year picking berries or mushrooms. Og í Íslandi þar sem ég ólst upp, að þar tínist fólk á hverju ári út í skógi að tína ber eða sveppi. And hundreds of people go to look for them, to find them. Og hundraðir manna fara út að leita að þeim. Can God be lost like that? Getur Guð týnst á þennan sama hátt? Does he wander off somewhere and then we have to go after him? Hverfur hann bara inn í skóginn eða upp á fjöll og getum við svo farið út svona eins og björgunarsveit að leita að Guði? What does it mean that we need to search for him? Hvað þýðir það að leita drottins? And it says with all our heart and all our soul. Og það stendur hérna af öllu hjarta og af allri sálu okkar. We know that the thing about God is that he's actually not lost. Við vitum það að Guð ekki týndur þannig. And even though he lives in a high and holy place, he's always near to us. Og þótt svo að Guð sé á himinn, hæðum og langt í burtu, þá hann líka nálægt okkur og í hjarta okkar. So it is an interesting phrase to say that, to seek God. Svo það að leita Guðs, það svolítið sérstök setning. It means longing, it means action. Svo hún felur í sér löngun og gjörð að við þurfum að gera eitthvað ef okkur langar að kynnast honum. And if seeking God has to be done with all our hearts and with all our might, Og ef að við gerum það af öllu hjarta og af allri sálu okkar, then it cannot be like swimming downstream, as we say. þá það ekki alveg eins og bara að fljóta með streym eða bara fylgja fjöldanum. It must rather be the opposite, swimming upstream or climbing up the mountain. En stundum þurfum við að fara á móti straumi. So I would argue that this is a radical way of life, going against the flow. Svo þetta getur verið svolítið róttækur lífstíl að fara á móti straumnum. There are many people who live radical lifestyles. Og það eru margir sem eru svolítið róttækir. There are climate radicals, radical vegans. Þeir eru í varðandi umhverfisvernd eða mataræði. And there are minimalists. Vegan sagði hann reyndar. There are minimalists and off-gridders. Yeah. Já, minimalistar, það eru þeir sem að kunna að umganga svona færri hluti og hafa... they are the ones who try to live with as few things in their life as possible. Þeir sem reyna að lifa með sem minnst af hlutum í kringum sig. And off-gridders are those who try to live, independently from public utilities. Já, og svo eru no það þessi... electricity, water or gas. Já, svo eru það þessi hópur sem að reynir að vera óháður rafmagni og svona þjónustu samfélagsins, vera sjálfbær. And this can be called, positive lifestyle, environmentally positive lifestyle. Og svona, hvað varðar umhverfi sjónarmið, að þá getur þetta hljómað mjög jákvætt. But seeking the Lord with all our heart, it cannot be considered just a way of positive lifestyle. En það að leita Guðs af öllu hjarta og allri sálu, það ekki bara einhver svona jákvæður lífstíl. I guess I'm not the only one who has a problem with these shirts that are tucked into trousers.
Is that Yeah. a problem? It looks pretty good. It's locked at the moment, yeah. Ég ekki sá eini sem að kannski á í vanda. You have gone. So I'm sorry. You have gone the I easy really way. messed it up. Yeah. Yeah. I wasn't planning to Yeah. do anything. That's all right. Svo þetta með að setja skýrtuna í buxurnar, ég náttúrulega hef ekki gert það í mörg ár, því að ég I'm með just glad- skýrtuna hangandi yfir og þá einhvern veginn hverfur bumban aðeins. I'm gathering. different problem than I'm yours. gathering some courage to come like this, you know. Yeah. One day I'll be. Yeah. Yeah. Hann segist vera að safna hugrekki til þess að vera kannski aðeins afslappaðri. But you know, the thing is with these shirts that are tucked in, you know, they tend to come out. En svo gerist það ef að skýrturnar, especially if there is something pulling them out, að skýrturnar eiga það til að koma upp úr buxunum og þá lítur þetta ekki eins vel út. So when you lift your hands or when you move, this shirt comes out. Svo þegar maður lyftir höndum og hreyfir sig, að þá fer skýrtan upp úr buxunum. And then you have to find a way to, you know, tuck it back in. Svo maður að reyna að koma skýrtunni onni aftur og svona. And I like this sermon. yeah, and I think that this is how it goes with life with God. En kannski líka þannig með ganga okkar með Guði, kannski hún eitthvað svipuð. That it is against the flow. Að það er pínu ströggl stundum og á móti, við erum að synda á móti straumi. We read from the book of Chronicles earlier. Við lásum úr síðari krónikubók. And when we read the books of Chronicles, first and second book, Og þegar við lesum krónikubækurnar, they are written after the people in Judah came back from exile in Babylon. þá eru þessar bækur skrifaðar eftir að eftir að gyðingarnir sneru aftur úr útlegð í Egyptalandi. And we know that the kingdom of Israel was divided into two, the northern kingdom and the southern kingdom. Og Ísrael skiptist í norður og suður konungdæminu. And the northern kingdom was destroyed totally and the people were dispersed everywhere. Og norður konungdæmi, það einhvern veginn dreifðist út allt og varð eiginlega að engu. And the southern kingdom was taken into exile to Babylon. Og syðra konungdæmi fór í útlegð, And, Babylon. And 70 years later, some of them came back to Jerusalem. 70 árum síðar þá sneru margir aftur til Jerúsalem. And then the book of Chronicles was written Og þá skrifuðu menn krónikubækurnar to look back to the history og horfðu tilbaka og á sögu Ísraels þjóðar. and to analyze what went wrong. Og svona til að rýna í hvað var það sem fór úrskeiðis. And all these stories are looked through the prism, you know, what went wrong. Svo gleraugun sem að menn setja á sig eru þessi gagnrýni gleraugu, hvað var það sem fór úrskeiðis. And these are the stories about kings. Og þetta eru sögur konunga. And we see this pattern happening many, many times. Og við sjáum þetta munstur endurtaka sig aftur og aftur. There is a king who is seeking God. Það konungur sem leitar Guðs Everything goes well. og það blessast. God is with them. Guð með þeim He's protecting them from enemies. og hann með þeim gegn óvinum. He's blessing them. Hann blessar þjóðina And then they do something against it. og svo gera þeir eitthvað á mót eða gegn Guði, snúast gegn Guði. There are of course the stories of Solomon, King David and Solomon. Það eru sögunar kong Davíð og kong Salomon. But let's take just two short examples of other kings, less known. En við skulum taka 2 önnur dæmi konunga sem eru ekki eins frægir og Davíð og Salomon. So this chapter 15 from First Chronicles that we read before. First Chronicles. I hope it is. 15 and chapter 4. Yeah. First Chronicles.
15. I guess it's second. Yeah, Yeah, somehow I missed it here. Second. Don't worry, don't worry. Chapter 15, 2 Chronicles chapter 15 and verse 4. Já, og það úr 4. vers í 15. kapla í síðari krónikubók It's about King Asa. og sem fjalla konung Asaria. Maybe they translated Maybe. Asa. No, it's Asa. Yeah. Kong Asa. And it verse 4 it says that in their distress they turned to God to the Lord God of Israel, and they sought him and he let them find him. Og þeir voru í nauðum staddir, sneru þeir sér til drottins, Ísraels Guðs, og leituðu hans, og hann gaf þeim kost á að finna sig. So in this verse it says everything went very well. Svo allt fór þetta vel. But then an enemy came against them. En svo kom einhver óvinur sem snerist gegn þeim. And what did they do? Og hvað gerðist þá? It says, the story says that they went to another king and made a treaty with them. Og þá stendur að þá fóru þeir og gerðu samkomulag við annan kong. And God had forbidden this Og Guð hafði sagt þeim að gera þetta alls ekki, hann bannaði þeim það. because it seemed, but they did it because it seemed a good idea. En þetta gerðu þeir vegna þess að þeim þótti þetta góð hugmynd. And God asked them, why? Why did you do this? Og Guð spurði, af hverju gerðu þið þetta? If you had relied on me, I would have given your enemies to your hand. Ef að þið hefðu treyst mér, þá hefði ég gefið ykkur óvini ykkar í ykkar hendur. And chapter 16 and verse 9. Og í 16. kapla og 9. versi, It's a very beautiful thing that God says here in the first part, of það course. mjög falleg frásögn af því hvað Guð gerði. Listen, he says, for the eyes of the Lord roam throughout the earth so that he may strongly support those who hear, whose heart is completely his. Því að augu drottins hvarfla alla jörðina til þess að hann megi sýna sig máttgan þeim til hjálpar sem eru heilshugar við hann. And you have acted foolishly in this. Indeed, from now on you will have wars. Þér hefur farið heimskulega í þessu, því að héðan í frá munu menn stöðugt eiga í ófríði við þig. Yeah. And then there later is a story about King Jehoshaphat. En svo seinna frásögn af Jósafat konungi, And it says about him that he did everything right. en það segir Jósafat að hann gerði allt rétt, Like David, it says. eins og Davíð, eins og það sagt frá. And he sought God of his father Og hann leitaði Guðs föður síns and followed God's commandments. og fylgdi boðorðum hans. And then God helped him wondrously. Og Guð hjálpaði honum á undursamlegan hátt. But what about later? En hvað gerist svo seinna? He started allying himself with Ahaziah, king of Israel, the wicked king. En svo fer hann að gera mynda bandalag við vonda konungin í Ísrael. So the whole story goes like, they are in the right place, the shirt is tucked in, Svo sagan gengur svona, það gengur allt vel og skýrstan vel onni í buksurnar, and it keeps coming out. en svo heldur skýrstan áfram að koma upp úr buksunum. And for no particular reason, just it happens. Og það virðist ekki vera nein góð skýring af því, það bara gerist. And Jesus once used the image and said that, a little leaven sours the whole batch of dough. Who says? Jesus said, little leaven sours the whole batch of dough. Já, og Jesús segir söguna súrdegið, að smá súrdeg, það gerir að allt degið hefist. So there are these unclean spots, Svo það svona óhreinir blettir. those lingering connections. Þessar tengingar sem eru allstaðar. So people that lived around them. Þannig að fólki sem bjó í kringum Ísraelsmenn, It continuously impacted them. þessar þjóðir höfðu áhrif á Ísrael. They were surrounded by all these images. Og
alla þessar myndir sem höfðu áhrif á þá. And it's no different in our time. Og það ekkert öðruvísi á okkar tímum. We live amidst many images and many stories of this world. Við búum með fullt af myndum og sögum og áhrifum í kringum okkur. So they are very close to us. Nowadays you don't even have to come out of your bed to have all these images and stories there with you. Í dag, að þá þetta allstaðar í kringum okkur. Við þurfum ekki einu svona að fara á fætur. Fyrir en það verið að hafa áhrif á okkur. And the solution is not to go away from this world. Og lausnin ekki að flýja. Kevin Van Hooser writes about this process. Það einn Kevin Van Hooser sem að skrifa þetta fyrirbæri. Yeah, we have this word for, when people are going away from God, we have a word for that. Og það svona að reka pínlítið svona í burtu frá Guði, það til hugtak þetta. Somebody coined the term secularization. Já. Secularization, það svona veraldarvæðing, en við verðum að hafa þetta, við verðum að vanda okkur í þessu. And basically that term means that there is less holiness in the life. In the life there is less holy and more unholy. Já, og þá hugmyndin svolítið að það ekkert sem endilega heilagt, allt verður pínu svona hversdagslegt. And he said, people become secular not by taking classes in secularity 101. Já, og hann segir Van Hooser, hann segir, þetta gerist ekki með því að fólk fer að læra, tekur námskeið eða bekki til þess að færa sig frá þessum heilagsleika. But simply by participating in a society that no longer refers to God the way it used to. En frekar þannig að við tökum þátt í samfélagi þar sem það minna vísan í heilagleika Guðs. So we don't have to do anything intentional to go with the flow. Svo við þurfum ekkert að ákveða okkur að við ætlum að fylgja fjöldanum. So when you go and float in a river with a good flow, you just go fast down the stream. Svo þegar maður fer í ána og maður syndir með streymi, þá þarf maður þarf ekki að hafa mikið fyrir því að synda með ánni. So that's why Paul had to write to believers in the city of Corinth. Svo þessna skrifaði Páll fólkinu í Korintuborg. He basically told them, look at Jesus. Og hann sagði, horfiði á Jesú. Says, but we all, 2 Corinthians 3:18, but we all with unveiled faces looking as in a mirror at the glory of the Lord are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord the Spirit. Og stendur hérna í 18. versi í 3. chapter 3 verse 18. En allir vér sem með óhjúpuðu andliti endurspeglum dýrdrottins myndumst til hinnar sömu myndar, frá dýr til dýrðar. Þetta gjöru andi drottins. And when we read what Paul wrote before that verse, og þegar við lesum samhengi og það sem að Páll skrifaði þar á undan, he's talking actually about reading the word of God. Þá hann að tala að lesa orð Guðs. And understanding it. Og skilja það. So it's about biblical images and biblical stories. Svo þetta snýst myndir og sögur úr ritningunni. In Sabbath school today we had this idea that this Old Testament stories are examples for us so that we know how to live in the end of times. Og í biblíurannsókninni í morgun og þá vorum við að tala hvernig sögurnar og myndirnar úr Gamla testamentinu getur hjálpað okkur að lifa í dag. So Paul is saying that, meditate about it, think about it. Og Páll segir okkur að hugleiða þessa hluti. Keep it in front of your eyes. Að hafa þetta sýnilegt. And come together and talk about it. Og koma saman og ræða þessi mál saman. Because we have to make an intentional effort to keep the stories and images before our eyes that shape us in a good way.
Og við þurfum að velja, taka meðvitaða ákvörðun og velja hvaða sem að hefur góð áhrif á okkur. Because seeking God from all our heart is swimming upstream. Að leita Guði og hans anda og biðja réttu áhrif á líf okkar, það að taka ákvörðun að synda á móti straumi stundum. So what did Jesus say was the first commandment? Hvað sagði Jesús að væri fyrsta boðorðið? So it's Matthew 22:38. Og það úr Mattheusar Guðspjalli 22:38. 22. kapli og 38. vers. He said, "You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind." Þú skalt You find it there? Another is like this. Maybe you need to do 37. Ég ætla að lesa 37. versið með. Elska skaltu drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þínu, öllum huga þínum. Þetta hið æðsta og fremsta boðorð. So, do you want to love God from all your heart, from all your mind, by all your might? Og viltu elska drottinn af allri sálu þinni og öllum huga þínum? And like these people in this worship service in the 9th century BC, they made a covenant to seek the Lord from all their heart. Og þetta fólk sem kom saman þarna 900 árum fyrir Krist, vilt þú líka leita Guðs af öllu hjarta og af allri sálu þinni? So I wish that this may be true in our lives. Svo ég óska þess að þetta verði satt líka í okkar lífi. And I wish that Holy Spirit may, in His power to work in your life and in my life. Og að heilagur andi getur unnið í þínu og mínu lífi. Amen. Amen. Og við þökkum Jan og Fróða fyrir Thank you góð orð. for good words. Við skulum nú finna okkur sálminn númer 86. Next we'll sing hymn number 86.
Þá komið að blessunarorðum, en áður en að það að þá vil ég þakka öllum þeim sem hafa hjálpað okkur hér í dag og ég vil þakka Fróða sérstaklega fyrir að bara vera rétt komin hér inn úr dyrunum þegar hann var gripinn að þýða fyrir okkur hinn sem að skiljum ekki nógu vel og Marju og Sóley og Bakker. hvað heitir hann? Dexter. Ja. Fyrir kærlega en eigum við ekki að hafa aðeins borð. Jú, ég ætlaði bara að þýða. I would like to thank you all especially for coming. Thank you so much for today, the fellowship and the worship. I'd like to thank everybody that participated and remind you that we're going to eat together and maybe Bakker will have a prayer for the food. Já, við skulum lúta höfði og þakka fyrir mat sem borið hér fram í safnaðarheimilinu. Himski Faðir, við þökkum fyrir að við höfum mat hér til að snæða og við höfum alltaf nóg af öllu, góði Guð. Þú blessa svo samveru okkar og allan hvíldardaginn og vikuna framundan í Jesú nafni. Amen. So, and have a word of blessing. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen.
Amen.